Góðan dag. Í þessu myndbandi ætlum við að tala um hvernig íslenska tungumáli getur verið alls konar og útskýra hugtakið málsnið. Íslenska er eitt af fjölmörgum tungumálum í heiminum, en er íslenskan bara eitt tungumál? Stundum heyrum við fólk tala íslensku á þann hátt að það er mjög erfitt að skilja það. Læknir getur til dæmis verið algjörlega óskiljanlegur þegar hann reynir að útskýra á íslensku eitthvert vandamál í skjaldkirtlinum. Og stundum gengur foreldrum unglinga mjög illa að skilja það sem vinir segja sín í milli. Er þetta íslenska? Íslenska er eitt tungumál, en það tekur á sig margar ólíkar myndir og er sífellt að breytast. Tungumáli getur til dæmis breyst með tímanum, það hljómar öðruvísi núna en á landnámsöld. Það breytist milli hópa fólks, unglingar tala allt öðruvísi en gamalmenni. Tungumáli breytist líka eftir umræðuefni. Til dæmis tala læknar öðruvísi við sjúklingana sína heldur en afgreiðslufólk við þá sem komu versla í búðinni. Það mætti jafnvel líka tungumálinu við tölvuleiki sem breytast með nýjum útgáfum en hætta samt ekki að vera sami tölvuleikurinn. Það er munur á FIFA 2012 og FIFA 2023 en mætti samt ekki segja að þeir séu tvær útgáfur af sama tölvuleiknum. Þegar við reynum að lýsa ólíkum birtingamyndum tungumálsins notum við hugtakið málsnið. Í íslensku getum við fundið mörg ólík málsnið. Við notum til dæmis eitt málsnið til að biðja mömmu að kaupa nammi fyrir okkur, en þegar læknir þarf að útskýra fyrir okkur alvarlegan sjúkdóm, þá notar hann allt annað málsnið. Eitt málsnið fyrir óformleg skilaboð og annað málsnið fyrir formlegar ábendingar. Það er mikill munur á tungumálunni eftir því hvort það er talað eða skrifað. Þess vegna tölum við talmál og ritmál sem tvö ólík málsnið. Talmálið hefur ýmis einkenni sem passa alls ekki í ritmálið. Þegar við tölum þá notum við oft hygorð eins og þegar ég segi hérna. Við endurtökum líka oft orð, endurtökum orð í talmáli en alls ekki í ritmáli. Þegar við tölum þá þá mismælum við okkur oft, en slíkan rugling hreinsum við burt úr textum sem við skrifum. Slangur og slettur, óþýdd orð úr öðrum tungumálum eru algeng í talmáli. Það er til dæmis allt í lagi að segja að nýtt hjól sé mjög kúl, en það myndi ekki líta neitt sérstaklega vel út ef ég skrifaði það hérna í þessar glærur. Í talmáli ruglumst við og tölum vitlaust, jafnvel án þess að taka eftir því. Við notum líka upprópanir og alls konar stuttar og hálfkláraðar setningar sem koma ekki vel út í ritmáli. Ritmálið er yfirleitt skýrara, einfaldara og vandaðra heldur en talmálið og ástæðan er einföld. Þegar við skrifum þá höfum við tíma til að skoða hvernig við notum tungumáli og leiðrétta okkur, en þegar við tölum þá erum við kannski að hugsa jafnóðum hvað við ætlum að segja og þá er auðvelt að ruglast. Annað atriði sem greinir ólík málsnið í sundur er hvort málið sé formlegt eða óformlegt. Í óformlegu máli er framburður og framsögn oft óskýr. Orðavalið er kæruleysislegt og í óformlegu máli notum við mikið útlensk orð, styttingar og jafnvel orð sem við búum til í vinahópnum okkar. En óformlegt mál er alls ekki alslæmt. Það er oft einfalt og gott að skilja það, til dæmis að því að orðaröðin er eðlileg og eins og við erum vön að hugsa. Formlega málið verður nefnilega stundum tilgerðalegt, til dæmis þegar setningar eru látnar byrja á sagnorðum. Hljóp hann að heiman er vissulega formlegt mál en hljómar líka eins og maður sé orðin 500 ára gamall. En í formlegu máli er tungumálið almennt vandaðra. Við sleppum því að nota nýyrði og önnur orð sem ekki er víst að allir skilji. Við berum málið líka skýrar fram, vöndum okkur við framsögnina eins og þegar við lesum upp fyrir hópa fólki. Þegar við lýsum þessum mun á formlegu og óformlegu máli, getur maður fengið á tilfinninguna að formlega málið sé alltaf betra, en það er bara alls ekki þannig. Þegar við tölum saman er oft miklu eðlilegra að nota óformlegt mál. Það lýsir því að við séum afslöppuð eða í góðu sambandi hvert við annað og það skiptir miklu máli að tungumálið sé okkar eigið. Ef málið er skoðað, þá tölum við miklu oftar óformlegt mál en formlegt
og það er bara eðlilegt, gott og rétt. Formlega málið er ekkert alltaf betra. Svo við gerum samantekt í lokin, íslenska tungumálið er alls konar og við notum hugtakið málsnið til að lýsa hvernig það getur tekið á sig ólíkar birtingamyndir. Í einu samhengi er viðeigandi að tala óformlegt talmál með slettum og kæruleysislegu orðavali. Í öðru samhengi þurfum við stundum að tala formlegra mál svo að annað fólk hlusti betur, skilji það sem við segjum og taki mark á því. Ritmál getur verið óformlegt og talmál getur verið formlegt. Málsniðið hverju sinni mótast af aðstæðum og fólkinu sem er að tala saman. Hér eru ábendingar hvar þú getur lesið meira málfræði. Við notuðum í þessari innlögn efni frá Eiríki Rögnvaldssyni og kennurum í Smiðjum Langholtsskóla. Takk fyrir áhorfið.